Já, velkomin í þáttinn sem heitir Ég hef margar sögur að segja. I have many story to tell. Og mér langar að tala hvað ég búin að læra á þessum COVID tímum. Hvað ég fann að læra meira svona á umburðarlyndi gagnvart sjálfum mér, að lífið ekki að fara frá þér þó að maður sé ekki úti. Ég svona farin að njóta meira svona friðsældar og ég búin að loka mig alveg hérna heima og fæ meiri tíma að skapa og segja það sem mig langar að segja og búin að vera svona svolítið að repeata hausinn. Þannig að ég búin að vera svona, ég búin að grafa mig svolítið, svona komast svolítið svona upp úr gröfinni. Þú veist, ég var búin að brjóta alla brýr að baki mér, bara út af því að ég með svo rosalega sterka hérna frá hjartanu bara sterka hvað heitir þetta, ég bara með svo rosalega sterka bara svona réttlætiskenndin svo rosalega sterk í mér að hálfa væri nóg. Ef ég heyri að það að baktala mig eða þetta, að þá tala ég og reyna að stoppa það strax. Og í raun og veru var það sem ég braut alla brýr á baki mér, af því að ég með svo rosalega sterka, gleymist orðið aftur, þetta ADHD, bara ég með svo réttlætiskenndin hjá mér svo djúp og þegar ég heyri lygar og allt þetta þá verð ég að koma og standa og segja nei, þetta ekki rétt og bara eins og með alla leiklistabransa, tónlistabransa, oh my god, fótbolti, þetta allt svona bransi, útvarpsbransi, sjónvarpsbransi, bara allur vinnumarkaður, þetta allt svona ein kúla sem allir að keppast að, þú veist, að komast og ná sem lengst og vera eitthvað svona númer og alveg geðveikt ego sem ég búin að læra rosalega mikið af út af því að ég var með svo ógeðslega mikið ego, það bara kom bara út af þessar maníu kostum sem ég fæ mjög oft og búin að læra alveg bara þvílíkt mikið, þú veist, ég svona fann að ýta egoinu svolítið frá mér núna út af því að nú ég farin að hlusta svona meira á húsið mitt, þú veist, þetta bara timburhús og farin að hlusta á hljóðið úti, sjóinn, máana og fuglana
og vindinn, rigninguna. Þegar það rignir þá elska ég að leggjast og hlusta bara á rigninguna og fara þannig í svona djúpa svona afslöppun eða svona hugleiðslu eða eitthvað. Og ég alveg bara fékk alveg bara þvílíka svona maníu bara, þú veist, ég keypti alveg bara hellingur af svona talnaböndum. Yfirleitt kaupi ég þetta bara þegar ég er á í ferðalögum, Ísrael eða Egyptalandi eða einhvers staðar þú veist. En ég treysti bara á sjálfa mig núna í dag og treysti á Guð. Eða æðri mátt, þú veist, ég treysti, þú veist, það bara til einn Guð, einn Jesú og einn ég. Og ég kreator, þú veist. Ég skapari, þú veist, ég skapaði garðinn minn, ég skapaði pallinn minn, ég skapaði að helluleggja og þú veist, maður skapar að tala við ykkur, ég skrifa mikið, ég svona, eins og núna bara ég farin að hugsa alveg bara eins og á þessum tímum COVID að það mjög erfitt að gera grínorði í dag. Ég fór aðeins að spóla tilbaka alveg bara og horfði á vídeón á YouTube og ég beðist innilega afsökunar. En þetta var allt grín á þeim tíma. Þess vegna skapaði ég Young and Stupid bara playlista sko. Og þar var ég bara, þú veist, í einhverju bulli bara, þú veist, bara egoi og bara, þú veist, var bara einhvern veginn bara ekki ég. Ég var bara einhver annar, ég hef alltaf verið að leika bara, þú veist, einhver asna. En þegar maður kemst svona niður og ég einhvern veginn svona, ég tók vídeo og vildi sjá svona, þú veist, svona raunverulega mína tegund af Ara, þá ég góð persóna, ég veit að ég finn það hér og ég skil núna af hverju fólk að baktala mig á vinnustöðum og bara baktala mig á bara út allt bara, þú veist, bara út af því ég búin að ferðast svo mikið, búin að fara út allan heiminn og búin að fara í öll fylkin í Bandaríkjunum fyrir utan Alaska, Hawaii og bara allt og þetta ongur og ég bara einhvern veginn svona, ég auðvitað skilji, þú veist, bara ég frá gettóinu, frá fellunum og bara ég var 8 ára trítill, Ari 8 ára trítill og svona, sko, ekkert, ég var svona ógeðslega lítill í mér og svona, en samt tók ég rosalega stóran þátt í fellahellir, þið sem þekki mig, þá var ég að dansa hip-hop og allt þetta og var DJ í flugvélni í fellahellir og ég gerði helling með vinum mínum og Jóa. Við vorum til dæmis með hænur og kanínur og eitthvað svona en ég sem betur fer slapp við eitthvað svona viður nefni eitthvað Ari hæna eða eitthvað svoleiðis. Ég hef alltaf verið eitthvað svona en ég líka fann einhvern veginn svona tengingu sko við að ég hef alltaf verið svolítið svona ofvendaður einhvern veginn en samt sko
ekki, en þú veist, svona, já, ég hef alltaf verið bara, já, ég fæ stundum ekki að vera, ég alveg bara, ég svo misskilinn og þess vegna þarf ég alltaf að tala og staðar að skrifa einhverja vitleysu á, þú veist, og skrifa bara eitthvað, ég að meina kannski þetta en þetta fer einhvern veginn svona og bara ég einhvern veginn bara, oh my god, þú veist, það bara, alveg bara fer ég niður og hugsa, já, Ari, þú ert heyrnarskertur og með athyglisbrest og einhverju rói, geðrofi eða eitthvað, þú veist, það bara langbest bara að segja bara söguna bara strax hér og tala við ykkur þannig að þið skiljið mig svona betur. En ég náttúrulega búinn að vera sko edrú í 4 plus eitthvað, ég hættur að telja núna út af því að mér finnst að vera sko eins og ég sé að gera þetta fyrir einhvern annan þegar ég að telja, þú veist hvað ég búinn að vera, þú veist, ég svona bara farin að finna bara sjálfur að mér líður miklu betur andlega og líkamlega, farin að grennast aðeins, loksins og farin að huga meira að mataræði og mér finnst svolítið að maður þurfa að tala svolítið meira það til að vera betri fyrirmynd og líka að láta svolítið þetta þennan boðskap svona fara út í loftið sko. Þú veist, það að við þurfum að, þú veist, ég veit að það náttúrulega allir að huga og lyfta og allt þetta. Þetta var bara ekki á mínum tíma sko. En núna í dag ég svolítið að, vá, nú finnst mér eins og ég bara sé farin að bulla sko. En já, ég svona baktal, þetta allt rosalega mikið pólitík, það sem við erum að gera öll, við erum að keppast, heimurinn svo hraður og þú veist, það að allir núna að hópast hérna til Íslands til að taka upp kvikmyndir og út af því að það alls staðar annars staðar stopp og svona, þú veist, og plötu útgefundur, alveg svona og bara, já, og bara með svo frábært einhvern veginn, Will Smith farin að vera á YouTube, Sölvi, hann geggjaður, Snorri, geggjaður, þú veist, podcast og svo núna Sunneva með teboði, ég man ekki hvað hinn heitir, þið verður að afsaka það. Þau fá alveg bara flott 10 með skeðvegt að sjá allt í einu bara fullt af svona íslenskum bara að fara bara beinta á YouTube og út af því að það ein manneskja sem sagði, já, þú endar bara á YouTube, þú verður ekki á mínu setti og ég fekk að heyra það að ég væri búinn að grafa mína eigin gröf út af því að ég svo læt, ég læt Jesú vera með mér og æðri mátt og ég með svo sterka bara virðingu fyrir mér og fólki, ég get ekki þagað, ég verð að segja sannleikann og ég bara einhvern veginn bara heiðarlegur, ég vill vera heiðarlegur við fólk, ég hef engin leyndarmál, ég ekki með nein leyndarmál sem ég þarf að burðast með, sem betur fer út af því að ég læt bara strax út á netið og bara segi fólki, þú veist, þannig að ég ekki að burðast með neitt,
frekar gref ég mína eigin gröf og læsi þessum hurðum og bara læt góðan leggstein á þessa gröf því að það mun koma næsta gröf líka út af því að ég kann og ég elska fólk og ég elska að vera free spirit og vera ég og vera þessi skrýtni ég og vera bara opin með allt og ekkert hatur út af því að þetta svo mikið svona þetta tekur alla orku frá þér ef þú ert með eitthvað svoleiðis. Þannig að það finnst mér svo þægilegt að vera bara með hreina sál og bara segja alveg bara, þú veist, alveg bara eins og þegar ég var eitthvað 19 ára þá var ég tekinn fyrir ölvunarakstur og eftir það hef ég ekki, þú veist, þannig að ég örugglega að segja þetta í fyrsta skipti en allir vinir mínir vita þessu en eftir það hef ég aldrei keyrt undir áhrifum. Þannig að bara, þú veist, maður verður að læra mistökum og ég, einhvern veginn, ég veit ekki, mér fannst einhvern veginn svo tilvalið að koma og vera einhvern veginn, sko, bara með ykkur og líka fá að njóta einhvern veginn svona friðsældina hvað gott að vera bara einn núna í COVID og nota tíman að hugleiða og bara búa til svona skrifa niður hugsanir og vera svolítið svona þú veist náttúran opna út og fara út og fá svo ferskt loft og bara horfa á skýin og þegar fer að dimma og kveikja kertum og vera svona njóta út af því að ég veit að þetta COVID, þetta á eftir að vera svolítið svona, taka svolítið langa tíma þannig að þá þarf maður svolítið að svona að undirbúa sig að reyna að kveikja kertum, horfa góða þætti, slökkva fréttunum, ég get ekki hort á fréttir og bara þetta bara svona að reyna að snúa á eitthvað svona jákvæðan hátt svona bara við erum öll skaparar þú veist ég skapari minn eigin skapari þú ert þinn eigin skapari við stjórnum því öll hvar við viljum vera ég að reyna að komast upp úr og mér langar að gera eitthvað, þú veist, mér langar að læra gítar, ég bara ennþá að bíða eftir gítarnum og þar að auki, ég glemdi að jafnvel að seifa vídeóið sem ég talaði inn á Snapchatinu og ætla að nota, þú veist, en svona lærir maður. En já, maður verður að reyna að finna sér eitthvað að gera, þú veist, lesa bók, þetta, ég veit að þið viti þetta allt og já, COVID hefur stoppað mig svolítið, ég hef ekki mætt á neina fundi hjá AA og ég bara rosalega, bara kann ekkert á Zoom og jú, ég með einn, þú veist, ég bara, ég einhvern veginn svona fór að hugsa alveg bara, þú veist, ég að vinna svo mikið í sjálfum mér alla daga að ég bara einhvern veginn svona, fór einhvern veginn, þú veist, jú, ég ætla að læra tólsporin, það ekki málið, en ég svo mikið að vinna í svona hugræn atferlismeðferð, og svona ég í svo mörgu einhvern veginn þessa dagana að ég bara einhvern veginn næ ekki að hugsa eins og þú veist ég muni örugglega ekki horfa á þetta vídeó út af því að ég svona heilinn á mér nefnilega alveg svona sko og
réttlætiskenndin einhvern veginn bara sagði, Ari, veistu það, núna skaltu gera vídeo, það kom tími til og núna skaltu gera vídeo og vera bara alveg þú sjálfur. Og ég hitti vinn minn núna daginn og sem var og í leikrabransanum og við áttum mjög gott samtal og við töluðum saman og þetta var mjög góð tími og þetta svona fær mann svona að hugsa alveg bara, þú veist, ég fekk mér náttúrulega bara vatn, fórum út að borða og allt það og þetta opnaði alveg augun alveg bara, já, maður á vini. Þú veist, það opnast aðra dyr og mér finnst einhvern veginn allar dyr vera að opnast núna hjá mér og það bara, þú veist, maður á ekki að hlusta á neikvæðar raddir, þú ert búin að brjóta, eða þú veist, maður á ekki að láta aðra segja sig fyrir og vera að stjórna hugsunum þínum og vera að láta tala mann niður og allt þetta. Maður á bara að, ok, núna komin tími að standa upp og standa og tala sjálfur og láta réttlætið tala. Bara, þú veist, bara, maður verður stundum að sparka í sjálfan sig. Ef maður ætlar að vera eitthvað, þá verður maður að koma fram og bara hingað og ekki lengra. Við bara notum réttlætiskenndina okkar á góðan hátt og bara ég elska ykkur þið fáið sem fylgið mér því mér finnst rosalega þægilegt að hafa mjög fáa út af því að ég myndi ekki vilja að einhver hópur væri fyrir utan heima á mér og horfa á mig til dæmis að gera þetta blogg allt í núna eða eitthvað svoleiðis en það kannski enda með því en þá bara gróðursetti ég bara ennþá fleiri tré og bæti umhverfið en ég svo mikið að fara út og suður alltaf og eins og þið heyrið að ég bara þú veist mér finnst bara Facebook og fréttirnar allt ég inn á veður.is alltaf og fylgjast með skjálftanum það var skjálfti í Bárðarbungu 4, eitthvað og það var ekki fréttanum og búið að vera skjálfti upp á Geysi það ekki búið að vera í fréttanum þetta snýst bara COVID þetta til dæmis bara pólitík nei, ekki þessi frétt við tökum þessa frétt þú veist, þetta svona pólitík en hver stjórnar fréttastofunni, það veit ég ekki jú, sem lögreglumaður frá RÚV hann stjórnar sig hvað, ég veit það ekki en mér finnst bara að mér finnst við vera búin að heyra alveg nóg og mikið við vitum að við þurfum að spritta, sápa og allt þetta og fjarlægð og allt þetta þurfum að bara aðeins að opna og hvað getum við gert til að gera heima rækta grænmeti og meina það heilt álver hús á Reykjanesinu það bara byrja að því að rækta okkar eigið grænmeti lækka rafmagnskostnað og allt þetta getum við getum verið sjálfbær ef við viljum það en það eru bara svo margar neikvæðar raddir alltaf í kringum okkur og kommentakerfið og allt þetta og ég var að hlusta á eitt sem hann Bubbi sagði að það verður einhver að standa og þora að segja stopp og hingað og ekki lengra bara, þú veist, burtu með hatrið og þið sem að skrifa
þið græðið ekkert á þessu. Þetta bara orðræða og við erum lítil þjóð, 300 manns hérna, 300.000 og þurfum eiginlega bara að standa saman í alvörunni. Það þýðir ekkert annað. Maður verður bara að opna augun og við þurfum að fara að standa saman. Það bara málið. Og ég ánægður að ég er með húsnæði og bara með mat. Það nóg. Það bara nóg. Meira nóg. Ég þarf ekkert meira. Jú, ég fekk mér dullulega kaninu sem ég á eftir að sýna ykkur meira en ég hef ekki haft tíma til að taka mikið af vídeóum á henni af því að þetta snýst alltaf mig. Egoið. Svona, burti með það aðeins að færa. En já, ég bara svona, einhvern veginn bara vildi svona hreinsa lofti svolítið, þú veist, bara hvað ég búin að vera að ganga í gegnum og það sem ég að hugsa þessa dagana og réttlætiskenndin, hún ræður allir för hjá mér og sumir bara taka ekki réttlætis, hlusta ekki á réttlæti. Ég bara trúi að réttlæti eigi að sigra og einelti og allt þetta. Við þurfum að vera opin. Menna ég sá frábæran bara gaur, bara í gær eða hinn, bara þú veist, hann hérna er með eitthvað CP eða einhverja föllun og menna við erum öll að díla við einhvers konar föllun, geðranföllun eða eitthvað. Þannig að þú veist, mest frábært einhvern veginn hvað hann talar eineltið og skóla og bara frábær gaur. Ég bara svona elska svona fólk sem er bara vá, svona bara velgefinn strákur og bara, ég fekk bara gæsahúð. Ég var bara viðurkenna að bara vá, ég bara, þú veist, bara, hann lágu maður bara svona táraðist. En já, ég ætla að láta ykkur, ég veit ekki, það er svo margt svona sem við þurfum að huga að. Við þurfum að læra að elska hvort annað og einhvern veginn ég er búinn að fyrirgefa öllum og hérna uppi. Ég bið bænirnar mínar og fer og bið hérna uppi og ég hef aldrei verið með eitthvað svona hatur gagnvart fólki. Ég hef bara mjög oft svona rosalega svartan húmor, þú veist, verið að gera grín og svo fór ég einhvern veginn að hugsa alveg bara, oh my god, það er svo erfitt að gera grín einhvern veginn í dag, einhvern veginn, þú veist, hvað á ég að gera, þú veist, svona. En ég með mörg spjót og mörg járn í eldunum sem þið eiga eftir að sjá og það á eftir að koma allt í ljós bara núna bara bráðum og ég er bara orðin bara miklu svona hressari og ég á eftir að koma með fullt af einhverjum svona hjálpar verkfærum fyrir ykkur sem líður illa því að það er mjög gott að vinna í sjálfum sér og svona hugsa og allt þetta og lesa sjálfshjálparbækur og tala við fólk og að gera og það er mjög gott að fá að vera einn. Ég ætla að segja takk fyrir mig og ég á eftir að sjá ykkur aftur. Við höfum öll
margar sögur að segja. Og endilega kommentiði eitthvað svona fallegt og góðar hugmyndir sem ég get gert út af því að ég ætla bara að reyna að gera mitt besta til að einhvern veginn gleðja ykkur og eitthvað sem ég að gleyma þá megi ég kommenta niðri og þá geri ég það og bara, já, við stöndum saman í COVID og látum okkur líða vel og reynum að vera ekki hrædd. Og ég bara bið til Guðs bara fyrir ykkur og bara, já, amen.